Frjóduft inniheldur frjókorn sem kemur frá blómum. Þetta í raun karlkyns kynfrumur blóma, en það mismunandi hvort blóm treysta á að skordýr flytji frjóduftin af frævlunum yfir á fræ og öðru blómi til að frjóvga þar egg, eða hvort þau nota vind eða þá hugsanlega vatn. Ef að blóm nýta sér skordýr þá eru frjóduftið eða frjókornin lítil. Og þá ef þú safnar mikið af þessu þá er þetta eins og duft. En ef að þau nýta vind þá eru þau oft með einhvers konar fallhlíf eða eitthvað sem hjálpar þeim að svífa í vindi og þá líkist þetta nú kannski ekki eins mikið dufti. Sumir eru með ofnæmi fyrir frjódufti en það er í raun þegar það fer inn í nef eða munn að þá veldur það ertingu þar.